Það eru í sjálfsögðu engin takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að þjappa þeim. Það fer svona aðeins eftir því hvaða forsendum maður gefur sér. Ef að við höfum vitneskju, þessi báðir aðilar hafa ákveðna vitneskju, þá er hægt að þjappa gögnum alveg ótrúlega mikið. Eins og ef við tekjum sem dæmi, til dæmis ef ég segi núna Njálssaga, að þá veist þú hvað ég er að tala vegna þess að þú veist Njálssögu. Og þá er ég búinn að þjappa heilli bók í bara 2 orð, Njálssaga. En ef að þú veist ekkert hvað Njálssaga er, þá veistu ekkert hvað ég er að tala Þannig að þá er þetta ekki þjöppun sem virkar. Og þetta náttúrulega byggir á því að báðir aðilar hafi ákveðna þekkingu. Og það virkar ekki mjög vel í tölvuheiminum vegna þess að það er svo mikið af þekkingu. Og ef við ætlum að gera ráð fyrir að öll forrit viti allt allt, til þess að geta þjappað þessu svo vel, þá er það dálítið erfitt. Þannig að yfirleitt í tölvuþjöppun þá erum við að tala þjöppun sem byggir ekki á neinni þekkingu sem að menn hafi fyrirfram. Og þá er eiginlega tvenns konar þjöppun að ræða, annars vegar viðsnúanlega þjöppun sem að skemmir ekki gögnin, þannig að þú getur þjappað og svo afþjappað og þá færðu nákvæmlega sömu bitana sem þú byrjaði með. Hún er ekki eins mikil í þjöppun, hún getur farið allt upp í kannski 1/3, 1/4 af gögnunum þjöppunin. En oft færðu kannski ekki nema bara mjög litla þjöppun, nánast enga þjöppun. Ef gögnin eru ekki með neinni reglu í, engin mynstur sem hægt að nota sér, þá verður mjög lítil þjöppun, það er að segja viðsnúanleg þjöppun. Svo er til þjöppun sem er ekki viðsnúanleg, kallað lossy compression á ensku. Og þar leyfir þér að skemma gögnin vegna þess að þú treystir því að áhorfandinn eða hlustandinn eða hvað sem þetta á við, hann sjá ekki muninn. Og þetta er notað í MP3 skrár, þetta er notað í JPEG myndum og þetta er notað líka í vídeókóðun. Og þetta byggir á því hvernig manns eyrað, manns augað og manns heilinn virkar. Og þar getur valið gæði þjöppunarinnar eða gæði myndarinnar. Þannig að ef því meiri þjöppun sem þú vilt, þeim mun lélegri verður gæðin á myndinni eða hljóðinu eða hvað sem það er. Og þetta verður náttúrulega að fá við miklu meiri þjöppun, þá getur fengið allt upp í þannig að gögnin séu bara 1% af því sem þau voru upphaflega. En þá náttúrulega verður gæðin kannski ekki mjög góð, en svo er þetta að varíera því þarna á milli.